Komið sæl og verið velkomin í Snarlið. Stundum langar mann mikið að slá í gegn. Í veislunni sinni, afmæli, matarboði eða öðru en hefur ekki mikinn tíma. Og stundum langar mann líka bara til að borða eitthvað gott ofan á keks eða ofan á brauð. Þetta döðlupestó frá Karínu Ernu fer sigurför hvert sem það fer. Og ég ætla að sýna ykkur hvað það er ótrúlega einfalt. Og það eina sem þið þurfið er rautt pestó. Þið kaupið bara tilbúið rautt pestó. Síðan takið þið svartar ólívur og það er svolítið magn eftir smekk. Þú veist, við erum kannski að tala 10 ólívur. Það er svona bara eftir því hvað ykkur finnst passa. Því skerða er svona sæmilega smátt. Bara eitthvað svona. Og svo er svona svipa magn af döðlum sem að ég sker líka smátt. Og ég held að sko, döðlurnar eru líka, það er svolítið mikill galdur, það eru náttúrulega aðeins sætar og svo kemur þetta góða bragð af ólífunum og svona smá selta líka og það er náttúrulega líka salt í pestóinu. Svona. Svo er mjög gott að hafa kasjúhnetur og það er hægt að saxa þær bara svona lítillega. Og það mega svo sem vera hvaða hnetur sem er og það má líka alveg sleppa því. Svona. Og svo er mjög gott að setja svolítið af fetaosti. Þannig að þetta er í rauninni allt bara svipa magn. Bæði döðlur, ólívur, hnetur og fetaostur. Þannig að það er fínt að miða kannski við hálfan desilítra, smakka svo til bara. En málið er að þegar þið gerir þetta pestó, hennar Karínar, að þá þið sláið í gegn og það muni allir bara hvað er í þessu pestói og maður þarf eiginlega að búa til svolítið mikið af því að það er alltaf, það klárast alltaf bara. Það gufar upp hreinlega. Þá er ekkert annað eftir en að blanda öllu saman og smakka. Já, reyndar ég glemdi, það er mjög gott að hafa svolítið af steinselju. Það þarf ekki en það er mjög gott. Og það er líka mjög hollt. Steinselja er alveg ótrúlega holl fyrir okkur. Hún er eins og allt grænt er rík af kalki fyrir okkur og andófssonarefnum auðvitað. Og alls konar plöntuefnum sem gera manni gott. Svona. Það er upplagt ef að maður á steinselju að setja steinselju út í. Svona. Þá er þetta bara tilbúið. Og ég ætla að smakka, ég er með eitthvað voða fínt og volgt keks. Passa að allt sé, pestó, fetaostur, ólívur, döðlur og svo framvegis. Þetta er alveg svakalega gott. Og trúið mér, það verður algjör sigurvegarar þegar ég geri þetta fyrir gesti. En það er sniðugt að láta pestói bíða aðeins inn í ísskáp ef þið hafið tíma áður en þið berið það fram. Það verður það ennþá betra. Gangi ykkur vel.